Ég fann að við vorum ennþá lagstir einhvers staðar inn á höfn þegar ég vaknaði aftur úr roddinu. Ég staulaði sljóðlega fram úr fletinu, klifraði upp að gluggaborinu og skyngdist út. Það var dimmt í lofti en ég þóttist samt geta ráðið það af lögum fjallana að við lægjum inn á Ólafsfirði. Síðar gekk ég úr skugga að þetta var rétt. En hvað ég var einkennilega hress. Það var næstum eins og ekkert hefði komið fyrir mig. Ég gat meira að segja farið að hugsa ofurlítið heimskulega öngþveiti mitt. Og hvað er það annað en sjálfsánægjan, vitsmunaskorturinn, sljóleikinn, vöntun og ímyndunarafli, skortur á samúð og réttlætistilfinningu sem gerir okkur kleift að umbera þetta helvíti sem við köllum mannfélag. Nú myndi ég allt í einu að einn af mætustu kunningi mínum á Akureyri, menntamaður í 5. bekk lærðaskólans, gat alltaf komist undan að borga fargjaldið sitt meðfram ströndum landsins. Hann passaði sig bara með að láta lítið bera á sér einhvers staðar þar á skipinu sem stýrimaðurinn lagði ekki leið sína þegar hann kallaði fargjaldinn. Það var allur vandinn. Var mér nokkuð vandar en þessum hámenntaða vini mínum og hafði ekki skrifstofa Sameinuðarfélagsins logið að mér viðkomustaði skipsins eða skipstjórinn breytt áætlun þess á síðustu stundu eftir að ég talaði við skrifstofuna, og ef svo var, hirti skrifstofan þá nokkuð að láta mig vita af breytingunni. Hafði hún ekki sagt mér að skipið kæmi aðeins við á Sauðárkróki og Hvammstanga? Í dag tafði það lengi á Svalbarðseyri, nú lýkur það í Ólafsfirði og frá Sauðárkróki áttu það að fara inn á Blönduós. Voru þetta ekki svik? Hafði ég ekki verið narraður út í þetta ferðalag með legum? Bar það vitni að yfirvöld skipsins hefðu sérlega næmar tilfinningar fyrir fjárhag mínum? Hví skildi ég þá liggja hér með hugarvíli út á því að svíkja þess yfirvald? Segir ekki Hallgrímur Pétursson, hvað höfðingjarnir hafa stað, hinir ætla sér leyfist það. Hví skildi ég þá ekki mega taka til minna ráða eins og þessir höfðingjar og breyta áætlun minni greiðsluna á fargjaldinu? Hef ég hlustað til einskis á Passíusálmana, sungna í 16 ár. Hvort ég skal. Ég var meira að segja hættur að finna til nokkur samviskubits út á því. Nú fannst mér allur vandinn í því falinn að geta svikið þessa dáta. Til þess sá ég enga leið, því miður. Það sýndist alveg óhugsandi í þessu fámenni. Hér er ekki hægt að gera sig lítinn. Þá fann ég að undir nótt vitundarinnar var tekið að bjarma fyrir skímu af upprennandi trú á kraftaverkið. Gráttu ekki, syndir þínar eru þér fyrirgefnar. Þú kemst einhvern veginn heil og höldnu frá borði og þér veist eitthvað til með námið þegar þú kemur í ríki vina þinna. Hvernig ætti ég að komast frá borði? Hvað gæti mér lagst til með námið? Hvar er ríki vina minna? Hefur nokkuð tíma lagst neitt til? Slíktu þér ekki út á að brjóta heilan þessar blekkingar rökfræðinnar. Þegar skynsemin hefur lokað öllum leiðum, þá er óvinur skynseminnar kraftaverkið sem gerir hengiflög rökvísinnar að beinum brautum. Og þarna kemur blessuð elskan mín aftur, svífandi fram úr rökkrinu, eins og frelsandi Guðsmóðir gegnum myrkur undir heima. Og ennþá er hún fersk, og ennþá er hún arfandi, með hvíta silkislæð á herðunum og hvítar blúndur fram á fagurlega formaðar meyjar hendur. Hún ávarp mig brosandi og segir: gerðu það nú fyrir mig, að vera ekki lengur að þessu bölvuðu,
samviskuvoli út af fargjaldinu. Þú segir við stýrimanninn ef hann heimtar það af þér, áður en þið komið til Hvammstanga, ég betalir når ég komið til Hvammstangi. Og þegar þið komið til Hvammstanga, þá skaltu læðast í land án þess að borga neitt. Viltu ekki leggja svona lítið í sölurnar til þess að geta hitt mig? Nú ég búinn að bíða þín í 12 vikur. Í heilar 12 vikur hef ég hort eftir þér koma upp á leitið fyrir innan bæinn. Ég titra öll sömul. Jú, vina mín, ég ætla að reyna að gera þetta. Ég vil gera allt fyrir þig, elsku engillinn minn. En veistu að ég verð að fara í land á uppskipunarbáti. Hún var horfin, skildi aðeins eftir svolítinn skínandi ljóssveip sem vafði sig mig og flutti vitund mína inn í draumlausan svefn. Næsta dag lá ég grafkyrr í bælinu, hulinn inn í skugga yfir kojuna. Það kom enginn til að vita mig og það var gott. Ég var farin að vona allir væru búnir að gleyma mér. Að enginn hefði tekið eftir mér þegar ég læddist niður og þá yrði vonandi einhver tök á að fara að ráðum elskunnar minnar. En 4 heyrði ég gengið þungum skrefum í ganginn, numið staðafri hurðina og það var barið. Öll líffæri líkama míns lögðu niður vinnu andartaksstund. Svo sentist ég ósjálfrátt eins og hálskorinn kálfur upp til varnar í rúminu. Reit tryllingslegu augnaráði á hurðina. Nú óvinurinn kominn til þess að pína út úr mér fargjaldið. Ég betalir når ég komir til Hvammstanga. Kom inn, hrópa ég, einnig ósjálfrátt. Þá opnast hurðin og inn í gættina tegir sig vingjarlegt karlmannsandlit sem segir undskyld. Jeg var så forundret over at jeg ikke så dem oppe på dekket. Er du syg? Nei, jeg tror næsten jeg er ikke syg. Nú skal ég snart klæði mig. Svo hneigði maðurinn sig vingjarlega, lét aftur hurðina og gekk burt. Þetta var skipstjórinn, hann hét Svan. Hann var góður maður. Allir sem ekki heimta fargjald af fátæklingum á sjó eru góðir menn. Kvöldið sat ég til borðs með skipstjóranum og þingeysku ungfrúnni. Hún hafði ljósgrá augu. Elskan mín var dökkhærð. Við teftumst 2 sólarhringa á Blönduósi í svarta þoku. Ekki var ennþá farið að kalla að mér fargjaldið og ég fekk að horfa óreittur á skuld mín að vaksa með hverri nýrri máltíð. Að kvöldi síðara dagsins, eftir að dimmt var orðið, var ég að vakki mér til afþreyingar til og frá þilfarið. Það var stilli logn og annað veifið maraði fyrir tungli gegnum suddarrakt þokuloftið. Ég var í stemningu sem var eins konar jafningur úr hátíðlegri ást og tilfinningu fyrir nálægð einhver stórkostlegt kraftaverks sem ætti að gerast á mér í nótt eða á morgun. Á þilfarinu voru nokkrir hásittar að dúlla við eitthvað smávegis. Ég stelst til að virða þá vandlega fyrir mér í hvert sinn sem leið mín liggur framhjá þeim á þilfarinu. Loks vel ég þann úr hópnum sem ég virðist einna minnst snjáður af skilningi á heiminn. Vík honum lítið eitt afsíðis og spyr hann í hálfum hljóðum. Kan det sige mig, hvad meget hele rejsebetalingen fra Akureyri til Hvammstanga kommer til at koste på første plads? Nej, det vil jeg ikke. Ja tak. Det gør ikke noget. Jeg spurgte kun, fordi jeg har ikke skiftepenge på mig. Han horfir á mig. Hann grunar auðsjáanlega ekkert.
Morgunin eftir, sem bar upp á 29. september, létti upp þokunni og það kom sólskin með ilmandi vestangólu og fagurbláu haustheiði. Ég smíg upp á þilfar, undir þess að heyra skipið búið að létta, kem mér þar fyrir á afviknum stað og gef nákvæmar gætur að öllum miðum og hverri einustu hreyfingu allra borðalagðra manna á skipinu. Hann stefnir til norðvesturs, fyrsti stýrimaður sýnist vera til Ross, hinn líklega á kojuvakt. Ég svall af óskýranlegri öryggistilfinningu, var það kraftaverkið, hafði það gert boð á undan sér inn í dulviturnura, var það byrjað að síast inn í undirheima sálarinnar. Eftir nokkurn tíma erum við komin fyrir Vatnsnestá. Sólroðin fjöll í vestri, seiðandi útsýn inn Húnaflóann. Fjallið hennar er að koma fram undan Vatnsnesinu. Það var ekkert breyst síðan ég skildi við það á Hrútafjarðarhálsi í sumar. Og hjarta hennar er mótað á staðfestu þessar óumbreytanlegu hamramúra. Á morgunu þetta leyti sit ég hjá henni einhvers staðar á sófa eða rúmi. Ég finn á mér að ég þarf ekki að strjúka hana. Hún er ekki ein af þessum trollturum sem bera ástina í hnakkanum. Hún elskar með enninu. Einhver anskotinu nú að segja þið. Hvað sé ég? Tekur ekki bölvaður hundurinn stefnu beint norðvestur yfir Húnaflóa í stað þess að beygja til söðurs inn við Vatnsnesinu. Reykjaneshyrnan fór út á bakborða. Hvað á þetta þýða? Er ég búinn að fá sjónskekkju? Eða er hann orðinn vitlaus? Ég snara mér að einu hásitanum á þilfarinu og rópa. Hvað skal við nú? Skal við ekki til Hvammstanga? Næ, nú skal við til Norðurfjörður. Hvað segir þið? Til Norðurfjörður? Hvorfor? Fann gali mig. Skal við til Norðurfjörður? Vi har fraktgods som skal settes i land der. Skal vi så til Hvammstanga? Nei, vi skal fra Holmavík til Hrútafjörður og så skal vi til Hvammstangi. Er þið viðlausi? Hann glápti á mig. På Akureyri sagði þið mig að við skuli krogi lust til Hvammstanga. Kun stoppe på en havn. Ja, så har det for arret reiseplanen. Men det er gudløse svig. Hann gekk þegjandi burt frá mér. En þegar ég tók að íhuga nánar þessa breytingu á ferðalagi skipsins, komst ég að raunum að hún myndi snúast mér til góðs. Fargjaldið yrði ekki kallað af mér áður við kemum til Norðurfjarðar úr því að þeir vissu ekki betur en ég ætlaði til Hvammstanga. Þetta var kraftaverkið. Stórkostlegustu augnablik lífsins koma að manni óviðbúnum. Og þeir eru komið þannig fram við mig að ég hafði engar skrúflur af að taka til minna ráða þegar ég kæmi á land í Norðurfirði. Þetta er allt saman ærulausir andskotans svikarar. Við lögðumst inn á Norðurfjörð, laust eftir hádegið í glaða sólskin og hvíta logni. Það var sunnudagur og það var kyrrlát sunnudagshelgi yfir landinu. Haustblár himinn, bleikar hlíðar, spegilskjúður fjörður, blikandi víkur og vogar, allt baðað í friðsælum geislum nígandi síðdegi sólar. Ég gekk niður í klefan minn, tók glanskápuna mína ofan af snaga og vafði henni snyrtilega utan verkamannaskóna. Lagði hann síðan kænlega yfir vinstra handlegginn eins og ekkert væri innan í henni, þreif gönguprikið í hægri hand
hallaði aftur hurðinni og fór upp. Á þilfarinu aftan við stjórnpallinn mæti ég skipstjóranum í gullborðalögðum einkennisbúningi. Ég geri mig heiðarlegan í andlitinu, býð honum blíðlega góðan dag og segi: "Nu tänker jag gå här ett ögonblick i land. Jag har här en lille syster og ég vil kaupa mig vatn til. Ég er koll på henne." Hann svarar eins og elskulegur faðir: "Ja, det skulle de gøre. De har ikke verið í land før på rejsen." Þá gall við ásangandi strengur í brjósti mér og það var eins og öll Suðursveitin, alla leið austur frá Kolgrímuaurum, vestur á Breiðamerkursand, hrópaði innan úr hjarta mínu: "Það er óguðlegt athæfi að svíkja svona góðan mann." En ég reyndi að þagga niður raddir heiðarleikans og ég sagði: "Þetta er í raun og veru allt óráðið ennþá. Kannski verður ekkert meira úr þessu en að spyrjast fyrir leiðina inn í Hrútafjörð og það er meira að segja langsennilegast að ég láti þar við sitja." Þá brá elskunni minni eins og leiftri fyrir innri augum mín og ég heyrði þyt af orðum sem var hvæst fram í hlustir mínar: "Svíktu bölvaða og þokkana. Þeir eru ekki betra skilið. Þetta er allt ærulausir lega hundar og svikarar." Þetta er líkast til rétt hjá henni, sagði ég við sjálfan mig. Svo gekk ég í næstum blygðunarlausu sálarjafnvægi niður stigann, gætti þess vandlega að skórnir dyttu ekki innan úr kápunni og fór í land með fyrsta uppskipunarbátnum. Og það var eins og heilum Öræfajökli væri létt af sálu minni, jafn skjótt og vera mín á hólum var orðin að endurminningu. Framhjágangan. Þetta ófyrirleitna uppátæki hófst með óvæntu happi sem mér vildi til undir eins og ég kom á land í Norðurfirði. Ég rakst þar á aldraðan mann, skelfing þægilegan, sem lengi hafði verið póstur suðurlöta Strandasýslu. Hann gat einmitt veitt mér alla þá fræðslu sem ég þurfti á að halda leiðir inn í Hrútafjörð, því að mér voru allir þessir vegir ókunnur heimur. Ég spurði hann spjöranum úr allar vegalengdir, hvert fjall, hverja heiði, hvern hjörð, hverja ársbrænu, stefnur, götur, vörður, bæi, gististaði. Hann lýsti þessu öllu fyrir mér út í ystu æsar og þegar ég hefði fengið að vita allt sem mér fannst ég þurfa að vita, afrið ég hiklaust að yfirgefa Hóla og ganga alla leið suður í Borgarnes. Auðvitað lá mér í augum uppi að ég hefði stytt göngu mína að miklu mun með því að halda áfram með Hólum inn á Hólmavík. En það gat hins vegar haft þann óþægilega agnúa í för með sér að fargjaldið yrði kallað af mér á leiðinni og þá væri ekkert frýnilegra framundan en málaflutningsmaður og gluggalegt tukthús umlugt háum sementsmúrum. Því síður áræddi ég að fara með skipinu alla leið inn á Borðeyri í Hrútafirði. Ég sá auk þess að það var beinlínis óhyggilegt að öðru leyti. Þá hefði ég orðið að ganga þaðan sennilega eina 10 kílómetra aftur út með firði í öfuga átt við leiðana suður í Borgarnes til þess að hitta elskuna mína. Og það var krókur sem hefði getað vakið skringilega athygli og haft ískyggilegar afleiðingar fyrir blygðunarsemi ástarinnar. En þar á móti var það ekkert varhugavert þó að ég kæmi gangandi norðan á ströndum eins og hver annar ferðalangur. Ég gat átt þangað margvísleg erindi. Ég gat til dæmis verið að skoða surtarbrand í Gilskorningi, skeljalög í fornu Malarkambi og svo framvegis.
Þá lá leið mín suður, líka fram hjá bænum hennar. Aðeins 2 til 3 mínútna gangur af veginum heim á hlaðið. Og það einmitt eldgamall siður langferðamanna að skreppa heim að bæjum við veginn til þess að fá sér vatn að drekka. Hverjum dytti í hug að ég væri að sækjast eftir hreinleika hennar, þó ég slætist þangað heim á stéttina vegmóður á langri göngu og beitum vatn að drekka. Að öllu þessu vandlega íhuguðu fannst mér varla unnt að kjósa sér hentugra tækifæri til þess að hitta elskuna sína. Hitt datt heimsku mér ekki í hug fyrir mörgum árum seinna, sem betur fór, að skipstjórinn á Hólum hefði getað spurt til ferðaminna á Norðurfirði og símað sýslumannum á Borðeyri að taka mig fastan þegar ég kæmi þangað suður og senda mig málaflutningsmanni og lögreglunni í Reykjavík. Þessi ákvörðun að fara fótgangandi og það á haustdegi alla leið, norður og Norðurfirði á Ströndum, niður í Borgarnes, var í þá daga miklu kjarkmeira uppátæki en almennt þætti nú á tímum. Þá var kaupstaðafólk miklu óvanara göngum fjöll og fyrndi. Þekking þess á fjarlægum leiðum var mun takmarkaðri, vegalengdir í vitund þess stóru meiri og ófærull og torveldari. Flestir vegir voru verri og brýr á vatnsföllum færri. Og þá var engin greinilegri uppdráttur til af landinu en Íslandskort Þorvaldar Thoroddsen. Ég hafði ekkert kort til að fara eftir, enga vasakompás, ekkert einasta tæki sem margir ferðamenn telja sér nú á tímum nauðsynlegt á ókunnum fjallvegum. Mér voru bornar góðgerðir í Norðurfirði og fékk þar keypta tvíþumlaða ullarvettlinga. Ég var spurður hvers vegna í ósköpunum ég ætlaði að fara alla þessa óraleið fótgangandi. Hví færi ég ekki heldur með skipunin á Borðeyri? Ég sagðist hafa gaman af að sjá sveitir sem ég hefði ekki séð áður. Svo kvaddi ég blessa fólkið, klukka var nálægt 4 og ég hóf göngu mína, kvíðin og einmana eins og breisk sál sem að stíga fótum sínum yfir þröskuld til nýrrar tilveru. Ég gekk út með Norðurfirði sunnanmegin. Þar lágu hólar, svo skammt frá landi að það hefði mátt greinilega þekkja gráa hattinn af þilfarinu. Ég tók ofan hatt minn og hélt honum samanbrotnum í þeirri hendi sem frá skipinu sneri á meðan ég skaust úr augsýn fyrir næsta leiti. Svo leit ég við og við aftur, en hér sást ekkert uggvænlegt neinstaðar á greiki. Eftir raskan klukkutíma bar mig að garði í Árnesi í Trékyllisvík. Þar var mér boðið inn í stofu og borið kaffi með bakningum og gefinn hvítur lérefsskjatti undir blankskóna og snærisbotti til þess að bera í skjattan í sauðbandi á bakinu. Sólin var að síga niður fyrir vesturfjöllin þegar ég hélt úr hlaði í Árnesi. Leiðin lá fyrst yfir dálítinn mýrarflóa, síðan upp grasi grónar hlíðar, roðnar fjarandi bjarma frá kulnandi arni vestursins. Þá hlustandi giljadrög, skyggða vaxandi húmi haustkvöldsins. Upp á fjallinu blasti við frammi undan spegilfagur fjörður, sindrandi í silfurskærum geislum frá nýfullu tungli. Það var Reykjarfjörður. Þá var dagsett. Himinin, fagur heiður, tindrandi stjörnur, hljóðlaus kyrrð, mosailmur í lofti. Það seitluðu mig himneskir straumar sem hófu hugan hátt yfir þessa litlu veröld, þennan skammsýna heim tukthúsa og málaflutningsmanna.
Jafnvel elskan mín týndist, eins og ar í ryklausu ljóshafi. Hér var allt hjóm og hismi nema hið eilífa. Hér eru öll veraldag sjónarmið af barnaskap. Veikleikinn spurði ekki lengur tilgangur lífsins, óttinn ekki gröf og dauða, kærleikurinn ynti ekki eftir hug hins elskaða, eigingitinn ekki eftir árangri athafnanna, aðeins takmarkalaus alsælu fylling hinnar uppljómuðu visku, hins ævarandi augnabliks, hins eilífa nús, það sem allt ekkert var og ekkert verður. Ég fetaði mig í upphafinni leiðslu niður hlíðina ofan af firðinum og skýla hinna veraldlegu sjónarmiða féll aftur fyrir augum mér þegar ég kom niður í þoku heim mannanna. Nóttina gisti ég hjá Karolínu Söbeck í Reykjarfirði. Daginn eftir var þykkt loft en bjart yfir, stillt veður og ekki kalt. Ég lagði af stað frá Reykjarfirði dagmálaleitið og gekk heim að næsta bæ sem stendur við suðurhorn Fjarðarbotnsins. Hann heitir Kjós. Þar spurði ég til vegar yfir Trékylliseiði. Það fjallvegur milli Reykjafjarðar og Steingrímsfjarðar 18 kilometra langur, stórgrýttur, gróðurlaus, feikna eyðilegur. Úti á hlaðinu í Kjós stóð 8 ára gamall drengur og virti fyrir sér þennan kynlega ferðalang. 10 árum síðar settist hann að námi í 4. bekk menntaskólans í Reykjavík. Þá bar það til einn dag hann gekk þar stræti að hann kennir þar á ferli sama mannin sem staldrað hafði aðeins drykklanga stund heim á hlaðinu í Kjós haustið 1912. Svo minnisstætt varð jafnvel börnum á ströndum ferðalag þessa hálfdularfulla flakkara sem ekki vildi stytta sér leið með gufuskipi. Þessi unglungur nú Símon Jóhannes Ágústsson, uppeldisfræðingur í Reykjavík. En afi Símonar, þá aldraður maður, fylgdi mér upp í heiðarsporðin og lýsti fyrir mér leiðinni yfir heiðina. Ég var þrúaður af einstæðingslegri tómleika tilfinningu framan af deginum. Þessi tröllslegi fjallageimur var hinn óslitin apalurð, eitt formlaust hrúald af stórgrýti og björgum, hvergi visnað strá milli steina, hvergi mosaskóg á kletti, hvergi hjali læk, hvergi jarm í kind, hvergi kvak í fugli. Aðeins eilífur dauði, aðeins grafar þögn, svo langt sem augað eygði, svo vítt sem eyrað heyrði. Það var eins og ég var að klöngrast gegnum frumöld í jarðarinnar milljónum ára áður en risaeðlurnar tók að teygja höfuðinn upp úr tjörnum og fenjum. Það ekkert spaug að fá heila blóðfall eða verða fyrir yfirliði af áhrifum óhreinna fjallaanda á svona eyðivegum. Þegar á daginn leið og halla tók undan fæti var eins og þungrið þúst væri létt af hugsunum mínum og ég gat sett saman nokkrar heimspekilegar vísur vorrós lífsins sem hringustur örlaganna deyti í sólarlausu gljúfri sorgareitar. Þegar ég kom niður af heiðinni bar mig að friðsælu bæjarkotni sem Bólstaður hét. Þar spurði ég til vegar og bað vatn að drekka. Húsfreyjan bauð mér inn í þokkalega baðstofu og gaf mér kaffi. Ég sat úti við gluggann og starði inn í ásýnd elskunnar minnar sem speglaðist í lygnum firðinum fyrir neðan bæinn. Það var Steingrímsfjörður. Svo hélt ég leiðar minnar og öslaði berfættur, leirur og vassföll fyrir botni Fjarðarins.
gekk síðan út með vesturströndinni og kom í myrkri kvöldið að Ósi í Steingrímsfirði. Það var annar gististaður minn á leiðinni. Á Ósi var þó tvíbýli og var nýdáið barn á þeim bænum sem ég gisti ekki á. Næsta dag, þriðjudaginn 1. október, var þykkt loft og milt veður og kyrrt. Þann dag hélt ég ferð minni áfram út vestur og suðurstönd Steingrímsfjarðar. Einhvers staðar með firðinum kom ég að laglegum bæ og spurði þar til vegar og bað vatn að drekka. Var boðið inn í snotuð stofuhýsi og borið kaffi og bakningar. Þennan dag voru hugsanir mínar á stöðugur reiki milli atburða og munnmælasagna sem ég hafði heyrt úr þessu byggðarlagi. Það dimmdi í lofti þegar á daginn leið og það var eins og ætlaði að fara að rigna. En það rigndi þó ekki. Litlu fyrir rökkurbyrjun lagði ég upp á dálítinn fjallháls gengur fram milli Steingrímsfjarðar og Kollafjarðar. Þar sáust engar götuslóðir og rakti ég með rétta leið yfir fjallið eftir símastaurum. Í myrkri kvöldið kom ég á Stórafjarðarhorni í Kollafirði og gisti þar nóttina. Þar bjó Sigurður Þórðarson, brærungur við Stefánsskáld frá Hvítadal. Ég var feiminn við hann. Ég hélt að verið skáld og mikill lífsbyggingur eins og Stefán. Mér langaði mikið til að tala við hann elskuna mína. Að morgni næsta dags, milli 9 og 10, hélt ég á stað frá Stórafjarðarhorni. Þennan dag var þykkt loft og fremur dimmt yfir, einkum þegar á daginn leið. Ég rakti mig eftir bröttum, götusneiðingum upp á fjallið, milli Kollafjarðar og Bitrufjarðar. Það heitir Bitruháls. Úr sneiðingunum upp fjallshlíðina sá ég niður í dal til hægri handar. Þar blöstu við á einum stað bæjarrústir. Hér hefur þó einhvern veginn búið lifandi fólk, sagði ég við sjálfan mig. Og inni mig flæddu þungar undiraldur frá hverfurleika lífsins. Dalur með gulnuðum vallendismóum, klettar fyrir ofan, þoka í klettunum. Gömul tóttarbrot í þýfðu túni. Árniður í einmannlegri þögn. Hvar strita nú þær nýttu hendur sem stungu snittur og bárað grjót og hlóðu þessar tættur. Á hvað horfa nú þau augu sem ykkur glákom að rýna eftir saukindum upp í þessa þokufullu kletta. Eftir hverju hlera nú þær hlustir sem heyrðu riðið heim að þessum afskekkta bæ á Rifahjarni í Túnsljósi. Og þegar komið var út, sást ekkert nema 2 bæjarþel marandi í bleikum bjarma frá hálfu tungli. Fyrir hvaða hugsjón slær nú það hjarta sem sá elskuna sína koma í rauðum morgunkjól heim móana neðan frá ánni á fögrum vormagni þegar maðkaflugurnar sungu sólaróð allífsins út á hlaðin. Spurðu akasakrónikurnar, spurðu firmu allífsins. Loks var ég að komast niður í Bitrufjörðin. Ég brá mér heim á Óspaseyri. Þar bjó maður sem einnig rak lítisháttar verslun og stóð verslunarhúsið skammt fyrir neðan bæinn. Ég barði að dyrum. Húsbóndi kom út. Getur gert svo vel og selt mér 1 reyktóbaksbréf. Já. Svo gekk hann þegjandi með mér niður á verslunarhúsinu. Opnaði dyrnar, fór inn og rétti mér bréfið. Ég flýtti mér að borga og kvaddi. Mér leið einkennilega illa í návist þess ókunna manns. Þetta var afturgöngutýpa sem var eftir að reika marga áratugi milli þils og veggjar.
hvíslaði ég að sjálfum mér. Og ég varð að taka á öllum mínum andlegu kröftum til þess að flýja ekki á harða spretti burt frá húsinu ég hafði rétt honum aurana fyrir bréfið. Rúmum 20 árum síðar hvarf hann alfarið á landi burt með auðæfi sín, sem hann hafði aflað með okri. Síðan hefur hann reikað hvíldarlaust milli 3 landa til þess að losna undan sköttum til mannfélagsins. Það hans undirbúningur undir göfið milli þils og veggjar. Þegar ég kom í hvarfið bæinn, kveikti ég í pípunni, fór aftur að hugsa elskuna mína. Hingað til hafði ég að vísu gengið í áfengri vímu af tilhlökkun yfir að fá nú bráðum að sjá hana. Mér fannst ég hafi unnið stórkostlegan sigur á fjandsamlegum óvinni í hvert sinn sem fjöllin milli okkar urðu einu færra. Nú hafði ég skotið aftur fyrir mig 4 slíkum höfuðóvinum. Nú var aðeins stiku hálsinn eftir. En það var þó fyrst í dag að ég var farin að finna leggja til mín þennan einkennilega uppfjörgandi yl sem ævilega fylgdi návist hennar. Aldrei hafði mér fundist hún jafn yndisleg, aldrei jafn góð og göfug manneskja. Aldrei hef ég sveimað jafn mikið af töfrandi leyndardómum kringum kveneðli hennar. Sú tekur nú ekki dónalega á móti mér þegar ég kem loksins heim til hennar. En hvað hún faðmar mig innilega, kissir með dátt, segir við mig mikið af fallegum orðum. Og þá ætla ég að segja við hana, þú ert saklaus engill, ég elska þig út yfir gröf og dauða. Það var í ljósaskiptunum að ég kom loks upp á stikuhálsinn og sá Hrútafjörðinn blasa við frammi undan mér í muggugráu hárökkrinu. Mér hnykkti við. Var þetta þá fjörðurinn hennar? Var hann virkilega svona? Eftir lítinn tíma var ég komin niður að Guðlaugsvík, næst Ystabæi í Hrútafirði og fékk þar gistingu nóttina. Fyrst átti ég slátur og bjúgu, svo lagði sér til svefns og andvarpaði í hálfum hljóðum. Það vildi ég að þessi nótt tæki aldrei enda. En svo birti aftur að degi og það var örlega þrungnasti dagur ferðarinnar. Takmark þessara löngu og erfiðu göngu. Það var þykkt loft, nokkuð dimmt yfir, hægur blær á andliti og góðviðri. Þennan dag sem aldrei gleymist, gekk ég inn vesturströnd Hrútafjarðar. Nú var annarkvort að duga eða drepast. Ég sveittist við af öllum kröftum að slá á frest öllum heilabrotum elskuna mína. Þess í stað tók ég að syngja hugrekkjandi hvatningarljóð, öxar við ána, tápafjör og frískir menn, fram til orustu ættjarðar niðjar. Stundi hvað ég rímur við sigurreifum bardagalýsingum, þar sem sögu hetjurnar létu marga hausa fjúka af skrokkum móinanna í einu höggi. Ég reyndi að flesta því í lengstu lög sem verða átti. Ég skrapp heim á Hvalsá til búabónda ég hefði kynnst lítið eitt sumarið og æfiði mig þar í að biðja vatn að drekka. En var þá boðið inn í baðstofu og fæst rjúkandi kaffi. Ég satt lengi. Síðan lallaði ég af stað og gekk hægar og hægar eftir því sem þokaðist nær hinum heilugu heimkynnum elskuna minna. Þarna eru hólar að fara út fjörðin. Óvænt tækifæri til að staldra ennþá ögn við og rifja upp fyrir sér þjáningarnar á hólum. En hvað þá var skemmtilegt. Síðustu áfangana dróst ég áfram aðeins fet fyrir fet. Mjakaðist fram hjá Prestbakka og hugsaði, jæja, en þá eftir 2 bæjarleiðir.
Svo fram hjá Ljótunarstöðum og hugsaði, nú ekki eftir með einn bæjarleið. En það lengri bæjarleiðin milli Prestbakka og Ljótunarstaða. Nú fannst mér þetta ferðalag vera farið að verða líkast því sem verið að stikla áfram titrandi skrefum af blóðugum höggstokki. Mér fannst allt vera að verða búið. Að baki brostu við sólheiðir ævidagar, fram undan biksvört nótt, eilíf útslokknun sálarinnar. Loks voru allir frestar útrunnir. Klukkan var 3:30 og það var ekki 3:30 á nóttum. Það naumast og gerir mér sómann að vera randúsera heim til mín hábjartan daginn. Ég engin mella. Ég stóð allt í einu við vegamótin þar sem lítil gata lá úr þjóðbraut heima blessuðum bænum hennar. Hér var aðeins 2 til 3 mínúta gangur upp að þessu ástfara höfðingjasetri. Þarna blasir við litla brekkan sem við sátum í undir sól og heiði í sumar. Nú hún bleik. Þarna faralautin með sólegjum og fíblunum. Nú þau dáin. Og þarna stara gluggarnir hennar niður á veginn til mín eins og langþreytt augu sem orðin sljó af að mæna eftir elskuga sínum kom upp á næsta leiti. Hvað á ég nú að gera? Ég einblíndi nokkur augnablik niður í hljóðan veginn eins og ég byggist við óyggjandi goðsvari upp úr einhverjum duldum viskubrunnum undir djúpana. Þá var eins og tala væri til mín utan á þögninni. Þetta ósvífin dónaskapur og frekja. Láttu ekki sjást að þú standir þarna lengur. Einhver hluta sjálfur mér bætti við. Það eins mikla líkur til að þú hittir hana á hinum bænum þegar þú kemur þangað. Og þá var það orðinn annar maður. Og ég lét mig líða af stað inn þjóðveginn líkt og hálf óafvitandi eins og ég hleypti fram hjá mér blindandi bæði tíma og rúmi og öllu því sem gerst hafði í tímanum og rúminu. Leit aðeins nokkru sinnum öxl þar til bærinn var eilíflega horfinn fyrir næsta leiti. Þessi andvaka augu höfðu þó hort árangurslaust eftir elskuga sínum daga og nætur í 15 þjáningar fullar vikur. Svo luktist þessi heillandi útsýn saman og það var eins og ekkert væri hinum megin við leitið. Þá var ég aftur kominn á sömu götuslóðirnar sem ég söng á vona minna bjarmi á heiðum sunnudagsmorgni í júní í sumar. En hvað allt var nú orðið öðruvísi. Himinin dimmur og ógnandi, þögull dapurlegur haustblær yfir jörðinni, hvergi bros frá blómi, hvergi söngur í fugli, hvergi ilmur úr grasi og bjarmi vonarinn að dáin. Ég gekk niðurlúturinn veginn, einangraður af dapurlegum heilabrotum minn mikla hverfurleika lífsins. Taktu nú sorg mín að svala haf. Rétt fyrir ljósaskiptin var ég kominn á móts við hinn bæinn. Aðeins 1 til 2 mínútur heim. Ég nam staðar eitt andartak og leit upp til bæjarins. Þá talaði röddin aftur til mín út úr þögninni, ósvífin dónaskapur og hrekja. Láttu ekki sjást þú standir þarna lengur. Og einhver hluti af sjálfum mér hélt áfram að bæta við. Hún líklega niður á Borðeyri eða hjá frænku sinni inni á Hjarðarhafni. Þú verður orðinn nýr maður í kvöld eða fyrramálið. Svo rann ég af stað með þunga 2 glataðra tækifæra á herðunum.